Komið sæl, Birgir Þór heiti ég, þið að horfa á Toyota Motorsport og efni þáttarins í kvöld, 4. umferð Íslandsmótsins í torfæru. DFF Sport-torfæran sem framfór við litlu kaffistofuna á laugardaginn var. Gísli Gunnar Jónsson leiti Íslandsmóti fyrir þessa keppni með 55 stig, Haraldur Pétursson var 10 stigum þar á eftir, Sigurður Þór Jónsson var í 3. sæti með 36 stig. Gunnar Gunnarsson leiti í götubílaflokki og í öðru sæti var Ragnar Róbertsson, í 3. sæti Daniel G. Ingimundarsson, en að þeim sóttu öllum þremur Ásgeir Jamil Allansson og Rafn Arnar Guðjónsson og tiltölulega nýir í hópnum Páll Antonsson og Gunnar Ásgeirsson voru til alls líklegir í þessari keppni og nýliðinn Þorvaldur Stefánsson sýndi góða takta í einn og einni braut í síðustu keppni sem framfór á sama stað í leiðinlegu veðri en að sjálfsögðu beindust augu manna að forystumanni í Íslandsmótinu Gísla Gunnari Jónssoni sem var Íslandsmeistari og bikarmeistari í fyrra. Og við hefjum leikinn strax í fyrstu braut, það er Ragnar Róbertsson sem hér er á ferð en búinn að missa loft úr aftari hjólbarðanum vinstra megin og færa aðeins 40 stig. Páll Antonsson og Gunnar Gunnarsson gerðu samning við Bilco og Dabudek rétt fyrir helgi og þeir munu njóta stuðnings þessara tveggja fyrirtækja þar sem eftir er þessa keppnistímabils. Hér er Páll næstuð búinn að velta bifreiðinni og drepur á. Fyrstu tvær þrautirnar voru tiltölulega langar og reyndu á leikni ökumanna og getu bílana til þess að beygja og Páll Antonsson nær besta árangri í þessari braut 220 stig og þá er það Haraldur Pétursson sem sigraði þessum gryfjum fyrir 3 vikum síðan. Fyrsti sigur hans í langan tíma en hann var Íslandsmeistari 2 ár í röð, 95 og 96. Haraldur Pétursson smíðaði þennan bíl með aðstoð bílabúðar Benna og fleiri góðra manna, Esso og Coca-Cola á síðastliðnu ári og það hefur tekið hann rúmt ár að ná burtu göllunum í bifreiðinni og hann nær hér 200 stigum. Í fyrra var Haraldur Pétursson eilíft að velta bifreiðinni og eða brjóta stýrisbúnað að framan. Hann hefur gert talsvert mikla breytingar á stýrisbúnaði, gert til þess að minnka beygjuradíusinn sem að var ekki í lagi hér fyrir þetta hlið og verður að bakka við það tapar hann 40 stigum. Það má bakka alltaf einni bíllengd eins og oft eins og menn vilja í braut en 40 stig tapast í hver skipti. Nú góður beygjuradíus hjálpar honum síðan til þess að ná hér næst síðasta hliðinu og hitt á endahliðið og Haraldur Pétursson var í öðru sæti að lokinni þessari fyrstu þraut. Rafn Arnar Guðjónsson var í fríi í síðustu keppni þá ók Árni Kópsson þessari bifreið og velti henni tvisvar. Rafn Arnar tapar hér 20 stigum. Rafn keppir í götubílaflokki eins og Gunnar Gunnarsson, Ásgeir Jamil Allansson, Ragnar Róbertsson og Daniel Ingimundarsson. Þessi bílar eru með aðeins minni dekk heldur en sérútbúni flokkurinn. Ekki alveg í jafn mikið grip og það skiptir talsverðu máli í þessum grifjum þar sem efniðum er svolítið laust. Hér tekur Rafnar 50 refsistig, 150 refsistig og 150 stig fyrir Rafn Arnar en það er Páll Antonsson sem að leiðir eftir fyrstu braut með 220 stig, Haraldur Pétursson í öðru sæti með 200 stig, Sigurður Þór Jónsson 180, Rafn Arnar í 4. sæti, Gísli Gunnar Jónsson í 5. þá Gunnar Gunnarsson, Gunnar Ásgeirsson og Þorvaldur Stefánsson í 9. sæti. Þraut nr. 2. Hún var snúin sérstaklega fyrir fyrstu bíla og Gísli Gunnar er strax komið með 20 refsistig og nú þegar 70 refsistig. Þetta er þriðja hlið í brautinni og hér fær hann 50 stig í viðbót. Þá var hann komið 120 refsistig og enn og aftur 50 stig, 170 refsistig eru til staðar hjá Gísla, 190 refsistig og síðan bakkar hann og þá fara 40 stig og síðan 50 stig þegar hann fer yfir þetta dekk og snertir síðan bæði dekkin hér í endahliðinu og niðurstaðan er 10 stig til Gísla, 300 fyrir lengd og 290 refsistig. Já, hérna Gísli var þarna með aðeins 9. besta árangurinn í þessari braut. Ásgeir Jamil Allansson fer betur hér í gegnum þessi lið.
En setur FM 957 bílinn sinn á toppinn hérna, nær þó 140 stigum. Þá er það Gunnar Gunnarsson í baráttu í götubílaflokki. Gerir hér afdrifarík mistök og ekki að ástæðulausu, hann grípur höfuð sér. Hann fær aðeins 40 stig fyrir þessa tilraun sína, komið 180 alls og þá er það Páll Antonsson. Leiddi fyrir braut númer 2. Hann var næstu búinn að gera þetta vel en lendir illa út fyrir hérna og aðeins eitt hjól bifreiðarinnar verið inn í þessu hliði og þegar svo þá tapa menn 100 stigum. Þið sjá það 165 refsistig og aðeins 135 stig fyrir brautina. En hann var í forystunni, eins og ég sagði áður, fyrir þessa braut. Þá var Haraldur Pétursson, brautin orðin betri fyrir þá sem á eftir koma. Þarna voru 1000 manns til þess að fylgjast með þessari fjórðu umferð DEVA Sport torfærunnar í sumar og Haraldur Pétursson fer best í gegnum þetta hlið þarna upp á brúnina. Og er að ná hér besta árangri í braut, 170 stig, allavega til þessa og tekur þar með forystuna hér. Er komin með 370 stig. Hér kemur hann í bakkan þar sem að Ásgeir Jamil velti. Reynir talsvert á útsjónarsemi í þessum löngu brautum, minna á kraft í bílunum. Þá er það Rafn Arnar. Var í 4. sæti fyrir þessa braut hér. Og svo reynir á gripið hér í þessum bakka. Og áræðina reyndar líka. Rafn Arnar fær aðeins 160 stig. Gerði ekki alvarlega tilraun til þess að komast upp þessa brekku. Þá er það Daníel Ingimundarson. Hann hlaut ekki stig í fyrstu braut. Var með góða stefnu hérna á hliðið en kemst ekki upp á frekari Rafn, 150 stig til hans. Ragnar Róbertsson misti loft úr hjólbarða í fyrstu braut, hlaut aðeins 40 stig, var í 9. sæti eftir þá þraut. En þó hann sé í götubílaflokki þá fer hann hér upp á, vel gert hjá honum og hittir vel á hliðin. Og nær besta árangri í þessari braut, 240 stig, komið 240 alls og er þar með komin upp í 5. sæti. Ýtir Gunnari Gunnarssyni og Gísla Gunnari Jónsssyni niður sæti. Haraldur Pétursson leiðir með 370 stig, Páll Antonsson er í 2. sæti, Rafn Arnar í 3. sæti og Sigurður Þór Jónsson í 4. sæti. Þegar við leggjum af stað í 3. þraut. Það er Gunnar Gunnarsson sem hér er á ferð. Næsta beygja til vinstri og reyndist mörgum keppendum erfið. Menn tóku flestir á það ráð að bakka til þess að hitta á þetta hlið hérna en tóku síðan dekkin í hliðinu, allavega annað þeirra, þannig að menn voru að tapa allt upp í 90 stigum á þessu hliði. 20 stig þarna í viðbót í refsingum. Og hér skiptir krafturinn máli, 150 stig til Gunnars, 330 alls. Þá er það Páll Antonsson, hann er hér á fyrstu metrum brautarinnar. En þegar að bíllinn fjadrar alveg sundur að aftana þá brotnar hjá honum millikassi. Eins og hann sé í vandræðum þegar að bíllinn fjadrar alveg sundur að hallinn á drifskaktunum verði of mikill. Haraldur Pétursson fer létt hérna upp á sínum létta Musso. Langléttasti bíllinn. Það ráð að taka hér 50 stiga refsingu og svo gera hann það aftur til þess að lenda ekki og langt til hægri hér á þessum hól og upp á fer hann 135 stig til hans, komið 505 stig og situr enn í 1. sæti. Páll Antonsson situr enn í 2. sæti þó svo hann fær ekki nema nokkra metra í þessari braut. Sigurður Þór Jónsson í 3. búinn að ýta Rafni Arnari niður 1 sæti og Ragnar Róbertsson nálgast nú Rafn Arnar er aðeins 20 stigum á eftir honum. Og við förum í 4. braut og Ásgeir Jamil Allansson fer fyrstur og hér brýtur hann stýrisbúnað eða hjólabúnað að framan vinstra megin. Og þegar að bifreiðin var komið niður þá kom í ljós að vantaði lokuna fyrir drifbúnaðinn vinstra megin. En hún fannst og Ásgeir Jamil Allansson fagnaði því hann þurfti á því að halda að fá að aka fleiri brautir. Árangurinn hafði nú ekki
verið mjög góður fram til þessa í brautinni en hér Gunnar Gunnarsson. Og þetta eins og fyrstu brautirnar, það eru þröng hlið og reynir á lægni ökumanna hér og síðan svolítið erfitt í endan og hér fær Gunnar Gunnarsson 95 stig, 205 refsistig. Það kannski ekki rétt hjá mér að segja að hann fái 205 refsistig, heldur afraksturinn 300 stig fyrir lengd og 205 í refsingu, þannig að það fékk ekki nema 95 stig. Það Haraldur Pétursson. Og sem fyrr þá geta menn valið það að bakka til þess að reyna að hitta á hliðin og Haraldur kemst ekki hérna í 190 stig, 110 refsistig, aðeins 80 stig og þá án Páll Antonsson og fleiri mætir menn möguleika á því að minnka munin hérna og Rafn Arnar gæti jafnvel tekið forystuna í keppninni. Það er bara að komast þetta til enda. Nei. Og það sem ekki ástæðulausu sem hann lemur hér í stýrið. Hann átti möguleika þarna á 150 stigum en fékk ekki nema 40. Og það getur orðið honum dýrt í baráttunni í götubílaflokki. Þetta Daniel Ingimundarson. Og uppa fer hann og 170 refsistig, 130 stig alls. 7. besti árangur í brautinni í 8. sæti með 350 stig. Og það Ragnar Róbertsson. Sér sæng sína útbreyta eftir að Rafn Arnar gerði mistök þarna á toppnum. Enn og aftur missir hann loft úr hjólbarða, fær aðeins 140 stig. Hefði getað fengið þarna nokkurum stigum meira, svo sem eins og 50 stigum meira og tekið afgerandi forystu í götubílaflokki. Gunnar Ásgeirsson mætti til leiks með tiltölulega skömmum fyrirvara og satt best að segja þá var þetta ekki hans dagur. Þó hann færi þessa braut hér á 300 stigum fyrir lengdina, 150 refsistig, hann var aðeins komið 340 stig eftir 4 brautir. Þorvaldur Stefánsson, laglega gert hjá honum, fer snirtilega hér í gegnum hliðið, vel gert. En 160 refsistig, komið 330 stig. Þá það meistarinn frá því fyrra, Gísli Gunnar Jónsson. Besti árangur í brautin til þessa 150 stig. Gísli þarf svo sannarlega á 300 stigunum að halda. Hann nú þegar búinn að tapa um 20 stigum. Jafnvel 50. Snertir ekki dekk hérna, vel gert. Veit af hliðinu sem bak við þennan hól. Þar getur hann tapa 50 stigum, ákveður að bakka til þess að tapa bara 40 og ætlar að hitta á hliðið. En það of mikill hliðarhalli þannig hann tekur 60 stig í viðbót. Og snertir síðan bæði dekkin hér í þessu hliði og niðurstaðan 150 stig bæði í refsingu og árangur. Og þar með í 7. sæti. Sigurður Þór Jónsson, 50 stig farin hérna. Og aftur 50, sem betri árangur heldur en hjá Gísla sem að bakkaði og tók dekkið á 20 stigum. Og síðan hittir hann vel hérna í gegnum hliðið, þetta vel gert hjá Sigurði. En þó bara 150 stig, rétt eins og Gísli Gunnar Jónsson, Páll Antonsson. Það brotnaði hjá honum millikassi í þrautin á undan. Þeir náðu ekki að skipta hann á réttum tíma þannig að hann þurfti að fara aftur fyrir og þá voru strax töpuð 60 stig. Og við sjáum það þó að hann fari alla leiðina, 300 stig fyrir lengd, þá eru 210 refsistig staðreind þannig að hann fari aðeins 90 stig hérna, þannig að enn fjarlægist Haraldur Pétursson. Hann hefði ella fengið 150 stig. Og hann missir meira sér Sigurður Þór Jónsson upp fyrir sig líka, kominn niður í 3. sæti Páll Antonsson, Ragnar Róbertsson kominn upp í 4. sæti, kominn upp fyrir Rafn Arnar Guðjónsson og það reyndar þannig með Gunnar Gunnarsson líka. Og nú munar 75 stigum í slagnum í götubílaflokki, Ragnar Róbertsson leiðir þar en Gunnar Gunnarsson í 2. sæti og síðan kom Páll Antonsson fyrstur í næstu braut.
og upp á fer hann. Þetta svona það þriðjungur brautarinnar. Og augnabliks hik gerir það verkum að fara ekki 90 stig hérna. Og nú getur Haraldur Pétursson stungið af. Nei, það brotnar hjá hann stýristöng hérna vinstra megin að framan og aðeins 50 stig. Hann rekur vinstra hjólið hér í bakkan, bang, og stöngin fer í sundur. Og nú getur forystan verið horfin. Það var í miðjón. Haraldur, þetta getur orðið dýrt. Já, mér sýnir það. Það frekar dýrt. Er mikið það? Nei, það brotið stýristöng. Er þetta skipt hana? Nei, það verður fljótur. Fyrrandi lítið. Og nú geta allir keppendur sótt að þeim tveimur, Páli Antonsinni og Haraldi Pétursinni. Daniel Ingimundarson reynir hér og honum líst ekkert á þetta greinilega. Nei, hér fer ég ekki niður. Nei, takk. 0 stig. 120 fyrir lengdina, 150 refsistig. Og þá er það Ragnar Róbertsson. Fer hér skemmtilega inn í hliðið, bara 20 refsistig kominn þarna. Svo framalega sem hann fer í gegn með afturhjólinn. Sem hann gerir ekki, hann átti að koma til okkar. 120 stig fyrir lengdina og dómar að setja hann 40 stig í refsingu þarna. Sem að að mínum mati ekki samkvæmt reglum. En svona getur gerst, þá er það Gísli Gunnar Jónsson. Veit að þessi þraut getur skipt sköpum í þessari keppni. Og hann gerir það vel, sleppur bæði við efra og neðra dekki þarna í þessu liði. Síðasti kafli þessara brautar er hins vegar mjög brattur. Hér þarf allan þann kraft og allt það grip sem til í þessum bílum. Nei, aðeins 190 stig fyrir lengdina, 70 refsistig, 120 stig sem er þó talsvert meira heldur en ýmsir aðrir keppendur. Þetta er Sigurður Þór Jónsson sem gekk hér inn í brautinni. En hann raðar hér inn refsistigunum, 100 stig fyrir að missa bílinn þarna svona neðarlega hálfpartinn út úr braut og svo önnur 40 fyrir að bakka. Og nú verður hann bara að gera svo vel að fara upp ef hann ætlar að hafa eitthvað fyrir þessa braut. Nei, sjáu þið það. 200 stig fyrir lengdina og 230 refsistig. Sigurður, þetta var svona, hvað á að segja, smá stund þarna. Maður hélt að hún myndi velta. Ég hélt það líka og ég var löngu komin út úr brautinni en ég keyrði bara hangdur mér flaggað og það var ekkert annað að gera. Það reyndi allavega á hvað hann ansi stöðugur. Þetta er orðið ansi spennandi keppni. Já, ég veit nú ekki nákvæmlega hvar ég er stattur. Ég veit ég var öðru fyrir þessa braut en ég held ég að dottið eitthvað niður. Þú ert í 4. sæti núna? Já, en þetta er ekki búið, fyrir það er búið. Já, hér hefði Sigurður Þór geta komist upp í 1. sætið og Gunnar Gunnarsson gerir hér jafn stór mistök eins og í annarri þraut, aðeins 20 stig fyrir þessa 7. braut. Haraldur Pétursson trónir því enn á toppnum þrátt fyrir brotna stýristöng með 635 stig og Páll Antonsson í öðru sæti en með 615 stig. Ragnar Róbertsson er með 580 stig, saksaði á þá og Sigurður Þór Jónsson er enn með 550 stig. Gísli Gunnar Jónsson hækkaði sig sæti þarna. Þetta var reynda 5. braut en ekki 7. eins og ég sagði áðan. Ragnar Róbertsson sem kemur hér í 7. braut og hún endar í háu og miklu stáli hér. Hjá Ragnari, 120 stig, komið 700 stig, 90 refsistig þarna, þá er það Gísli Gunnar Jónsson. Ó, nei. Jú, hann er laus. Þetta hefði Gísli fengið mörg stig fyrir þessa braut ef hann hefði setið þarna fastur. Og hann fer hérna upp á 300 stigum en 145 refsistig, 155 stig, vel gert í honum, þá er það Sigurður Þór Jónsson. Báðir þessir eru í slag annað 3. sæti og Sigurður Jónsson hittir ekki á endaliðið. Og gerði þarna atlögu að myndatökumanni okkar en hafði sem betur fyrir ekki erindi. En hann út úr þrautinni 100 stig. Og þetta var talsvert harkaleg velta, það snýrist upp á grindina í bílnum hjá honum og Sigurður er þessa stundina búinn að taka allt utan af bílnum og er að rétta grindina. Þá er Ásgeir Emil Allansson og nú loksins var Ásgeir farinn að taka á hér þó hann fær ekki hér alla leiðina upp
þá náði hann öðrum besta árangri í þessari braut. 210 stig, komið 480 stig eftir 6 þrautir sem nú ekki hátt stigaskor. Þá var það Gunnar Gunnarsson í slagnum við Ragnar Róbertsson sigur í götubílaflokki. Gunnar Gunnarsson leiddi í Íslandsmótinu áður en að keppni hófst. Ragnar var skammt undan í öðru sæti. Og stefnan ekki rétt. Færi hann hér upp þá væri það fyrir utan endalið, 230 fyrir lengdina, 60 refsistig, komið með 615 stig. Og Páll Antonsson. Og aftur þegar bíllinn fjarar alveg sundur að aftan þá brotnar drifbúnaður. Hugsanlegt að fjöðrunin sé of síðað aftan, það er að segja að bíllinn fari of mikið í sundur. Hjólinn fari of langt frá festingum sínum í grind bílsins og þá kemur skakkt átak á drifbúnaðinn. Svo ekki nálgast hann Harald Pétursson í þessari braut því að það gera má ráð fyrir því að Haraldur Pétursson fari hér alla leið í 7. braut. Páll Antonsson fekk 190 stig en Haraldur Pétursson 260 stig og öruggur í fyrsta sæti þegar 2 tímaþrautir eru eftir. Haraldur Pétursson með 895 stig með 90 stig á forskot af Páll Antonsson sem heldur þó öðru sætinu þrátt fyrir það að hann fengi ekki nema 190 stig fyrir síðustu braut. Ragnar Róbertsson í 3. sæti og Gísli Gunnar Jónsson kominn upp í 4. þegar farið af stað í næst síðustu braut sem tímabraut og Ragnar Róbertsson fer fyrstur. Besti tími gefur 300 stig, annar besti tími gefur 270 stig og hér erum við bara í upphafi brautar og þetta eru dýrmætar sekundur sem að tapast hér. Þriði besti tími gefur 250 stig og síðan lækkar stigastöðullinn 10 stig fyrir hvert sæti og við sjáum að hann náði aðeins 200 stigum og Gunnar Ásgeirsson veltir hérna. Ragnar Róbertsson náði aðeins 190 stigum. Gunnar Ásgeirsson verður að stöðva ferð sína hér þar sem að reglur segja að tilraun í þraut sé lokið velti bifreiðin. Gísli Gunnar Jónsson kemur hérna. Ætlar sér ekkert annað en sæti í þessari keppni sem gefur almennilegan bunka af stigum til Íslandsmeistara. Nær besta tímanum, fær 300 stig fyrir það. Og Ásgeir Jamil Allansson á einnig á brattan að sækja í götubílaflokki. Nær 3. besta tíma í brautin og fær 220 stig. Og þá er það Gunnar Gunnarsson í baráttu við Ragnar Róbertsson sem að þurfti að gera 2 tilraunir við eina brekkuna og Gunnar nær öðrum besta tímanum en 50 refsistig þarna, 220 stig og Páll Antonsson með enn eina bilunina. Hér stýrið orðið óvirt og hann verður að gjöra svo vel og draga sig í hlé í þessari tímabraut og fara aðeins 30 stig hérna og þá lítur hann að rapa úr öðru sætinu. Haraldur Pétursson náði tímanum 35-38 sem var 4. besti tíminn. Daniel Ingimundarson velti eins og Gunnar Ásgeirsson og var nú ekki alveg sáttur við sjálfan sig. Og þetta þýddi það að Páll Antonsson féll niður 2 sæti, Gísli Gunnar Jónsson komst upp í 2. sæti og Ragnar Róbertsson í 3. sæti. Gunnar Gunnarsson í 5. sæti í hörkuslag við Ragnar Róbertsson. Munurinn hefur heldur minnkað á milli þeirra, var 75 stig fyrir síðustu braut. Gísli Gunnar Jónsson kom síðan einn af fyrstum í tímaþrautina, náði öðrum besta tíman og fekk 260 stig og tryggði sér 2. sæti í þessari keppni. Ásgeir Jamil Allansson klifraði upp í 3. sæti í götubílaflokki með því að ná 3. besta tímanum og Gunnar Gunnarsson var í hörkubaráttu við Ragnar Róbertsson. Nú var að duga. Gunnar og hans félagar gerðu talsverðar breytingar á bremsukerfi bifreiðarinnar fyrir þessa þraut hér og Gunnar vissi það að hann gat treyst bremsunum og það lykillinn að því að ná góðum tíma í tímabrautum og Gunnar Gunnarsson náði besta tímanum, fekk 300 stig fyrir lengd og 20 í refsingu, 280 stig. Haraldur Pétursson þurfti aðeins að ljúka helming þessara brauta til þess að tryggja sér sigurinn en Ragnar Róbertsson þurfti 5. besta tíma eða betri tíma til þess að hanga í 3. sæti og sigra í götubílaflokki. Tíminn sem hann var að berjast við voru 24 sekúndur og klukkan gekk 23, 24, 25 og hann varð að láta sér linda 4. sætið í keppninni
en annað sætið í götubílaflokki og þannig urðu úrslitin eins og sést hér. Haraldur Pétursson sigraði, Gísli Gunnar Jónsson var í öðru sæti en heldur þó forystunni í Íslandsmeistaramótinu. Fór ekki þig þegar að stýristöngin brotnaði? Jó, ég var eiginlega viss að maður verið dottinn alveg niður þá. Svona hennur stundum með manni. Hverju ber að þakka þennan sigur? Það er náttúrulega aðstofmenn fyrst og fremst og svo náttúrulega þessir styrktarraðar sem eru búin að standa með manni þó að það hafi illa gengið í fyrra. Þeir höfðu trú á þessu áfram og allt þetta hjálpast að. Einum fyrir eftir í Íslandsmótinu? Ein eftir. Þetta eru spennandi. Og Gunnar Gunnarsson sigraði í götubílaflokki. Ég var búinn að segja það, ég ætlaði að reyna að vinna. Það hafðist allar í mínum flokk en þetta kom náttúrulega alveg óvart að ná þarna þriðja sæti yfir heildina. En nú aftur til hamingju með sigur í götubílaflokki. Takk kærlega fyrir, þetta var meira á það. Og óska strákunum mínum til hamingju. Á laugardaginn kemur heldur Íslandsmótið í go-karti, Coca-Cola kartinu áfram á brautinni í Reykjanesbæ. Keppni fer fram á laugardaginn og hefst klukkan 11. Ég verð hér aftur að vikuliðinni og þá að sjálfsögðu með Íslandsmeistaramótið í karti.